hvað, ég skil ekki alveg því mér finnst sko af hverju, þetta með leikskólana inn í fyrirtækjum og einhverja daggæslu, mér finnst þetta allt mjög góðar hugmyndir. Já. Hvernig, ég skil ekki alveg rökin á móti þessu. Nei, ég skil það ekki heldur. Nei. Ég bara, sko, þau vilja ekki þetta að þetta er svona eitthvað enga. Já. Að þetta eru fyrirtæki, en þetta eru líka bara vinnustæðir. Ég meina Landspítalinn hefur áhugað að gera þetta. Já. Ég meina þar eru við með hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða og lækna og ég fekk bara SMS frá einum föður sem á dóttur sem er læknir. Já. Sem að, var farin að stóla á það að geta komið með barninu sínu inn á leikskóla hjá Landspítalanum. Og hann sendi mér, er það þá bara útsýð með það að þetta verða að veruleika. Þú veist, það er raunverulega fólk að bíða eftir þessum plássum og að það að mynda meirihluta eins og þessi flokkar gerðu núna. Kryddpíðnar. Já, og segja bara, þú veist, við bara lýsa því yfir, þau ætla bara ekki að taka það. Þau ætla ekki að gera þetta. Nei. Hvað ætla þau þá? Þessar ágætu konur. Notabene þetta eru allt konur. Og það að brúa bilið er mesta jafnréttismál íslensku þjóðarinnar. Já. Að hvað ætla þær að segja við mæðurnar sem koma með börnin í ráðhús í haust þegar þær komast ekki inn á leikskólana. Hvað ætla þær að segja? Ætla að segja nei, okkar pólitíska hugmyndafræði, hún vantreystir fyrirtækjum og vinnustöðum, jafnvel þó það sé bara ríkisreikin spítali eins og Landspítalinn. Við viljum það ekki að því það heitir vinnustaður. Við viljum bara að þetta sé allt í sama mótinu eins og við erum bara með borgarleikskólana og það er eina leiðin. Og ef það gengur hægt í okkur að byggja og manna þessa leikskóla, þá verður þið bara að bíða. Þið getur skoðað selalögin á meðan. Já, þið farið í húsdýragarðinn. Ég bara ber enga virðingu fyrir þessu. Nei. Og það fíkur dálítið í mig þegar að því ég hef staðið fyrir framan unga foreldra. Þau koma niður í ráðhús og mótmæla því að við séum ekki að ná nógu miklum árangri. Og þetta er bara venjulegt fólk sem er að berjast í bökkum við það að halda vinnunni, að halda áfram með sinn karriér, að börnin þeirra fái félagsþróskan og örfununa sem fylgir því að fara á leikskóla, að þau geti, hætt að safna skuldum að því að þau eru án tekna. Og þetta er bara eitthvað sem við þekkjum öll. Og ég meina, ég hef bara átt svona samtal við foreldrar sem bara, af hverju ertu ekki að gera eitthvað meira? Af hverju finnur ekki upp á okkur? Af hverju gerir ekki allt sem þið getið til þess að brúa bilið? Og þá bara, ég tók það bara mjög alvarlega. Þetta bara var það sem við tókum við í júní 22, í september er ég komin í stendi inn í miðjum hópi, kannski 50 foreldra og þau eru öll brjáluð. Brjáluð yfir því að við séum með biðlista eftir leikskólaplássum. Og ég innsetti mér það að reyna að finna einhverja nýja lausn. Skjóta nýrri stoðu undir leikskólamálin til þess að fjölga leiðum til að brúa bilið. Og reyndi að fjölga dagforeldrum eða að styrkja umgjörðina í því kerfi. Núna fá foreldrar sem eru börn hjá dagforeldrum og eru orðin 18 mánaða, þá aukast niðurgreiðslurnar til þessara foreldra. Þannig að það er eins og þau séu komin inn á leikskóla. Sem gríðarleg búbót fyrir þessi heimili. Algjörlega. Muna tugum þúsunda á mánuði, sko. Og ég er mjög stoltur að því að hafa náð að keyra þetta í gegn. Og svo fór ég á viðskiptaþing og sagði við allt viðskiptalífið í landinu, sagði, þið viljið fá starfsfólki eitthvað tilbaka. Þetta er win-win ef við getum hjálpast að. Komið og talið við mig, ég er með hugmynd. Og það var nokkur sem komu. Og þetta er allt á leiðinni. Samningar bara á loka metrónum við Alvotech og Landspítalinn langt kominn. Arion banki að opna dagforeldraúrræði og ég veit að það eru fleiri vinnustæðir að hugsa þetta. Það hefur jafnvel orðin fleiri 100 pláss sem að þau getur komið inn í kerfið. En þessar konur ætla að segja nei. Ég bara skildi ekki, sko. Nei, ég skildi ekki heldur af því að þetta er alveg, þetta snýst ekkit það að fólk vilji losna við börnin sín. Þetta hefur ekkit, það er alltaf að tala þetta svona bara, þá verður þú bara heima með barninu þínu. Þetta er ekki svona einfalt. Það er fæst heimili sem þola að vera bara með einatekjur.
það þurfa báðir aðilar að geta unnið og þú veist, það ekkert ódýrt að eiga börn og það ógeðslega dýrt að versla í matinn og þú veist, þetta svo vanhugsa, sko. Og svo þessi börn líka bara hafa, þú veist, þetta menntastofnun. Ég veit, þau eru mjög ung, sko, þegar þau eru 12 mánaða. Já. En strax þegar þau eru orðin 18 mánaða, tala ekki sko 2 ára, að þá bara þurfa þau mjög miklu örfun. Já. Og þú veist, leikskólinn er með ótrúlega faglegt og flott starf og maður sér þroskastökkin sem að þau taka þegar þau koma inn á leikskólan og allt inni byrjaði að koma þau heim og byrjaði að röfla eitthvað og syngja lög og fara með segja nýju orð og allt þetta og þekkja, þú veist, við mögum ekki gleyma því að þetta er stofnun sem að við reiðum okkur á í þroska barn okkar. Já.